segir okkur núna bara frá bókinni þinni. Við sjáum vel í og heyrum vel í þig. Heyrðu vel í mér? Mjög vel, já, mjög vel, þakkaði vel. Já, fyrst langar mig að segja ykkur að ég er búin að lesa bókina hennar Ellu og mjög sko frábær og hún hélt mér alveg fastri allan tíman og það kom mér einmitt mikið á óvart, ég vissi ekki þessa sögu neyslu og hann er svo heiðarlegur og einlægur fíkn sína þar sem það er að sjálfsögðu augljóslega ég þetta svona inngangur að minni bók. Það er mitt áhugasvið, þá tengd ég mikið við það og snerti mig mikið, þannig að mér fannst bókin ég gat átt erfitt með að leggja hana frá mér, mér sko bara virkilega góð. En þá er það mín sem heitir sem sagt Fíkn og ég heiti sem sagt Rannveig Borg Sigurðardóttir og búin að starfa síðastliðin ár sem lögfræðingur í lengst núna í 10 ár í Sviss og hef líka starfað hérna heima og annar staðar, lærði í Frakklandi og svona smástund í Luxemburg og smástund í London en hef prófað að flytja heim og mikill Íslendingur og þetta er fyrsta bókin mín. Ég byrjaði að skrifa á fullu þessa bók sko aðallega vegna þess að mér fannst ég hafa eitthvað að segja, mér langaði svo mikið að skrifa. Það var svona sko nánast hvöt, mér langaði að komast og skrifa og koma einhvern frá mér og sagan bara var einhvern veginn gerðist smá saman og ég hafði leikið mér áður að skrifa á einhvern drög sem ég gat byggt á og síðan nýtti ég tímann sem COVID gaf mér. Þar sem að ég var vön að keyra eins og oft tíðkast erlendis langar vegalengdir til og frá vinnu og þurfa að ferðast og auðvitað kannski með töluvert mikið félagslíf í kringum mig. Allt í einu var ekkert félagslíf, ekkert verið að keyra til og frá vinnu, engin ferðalög og þá allt í einu fékk ég klukkustundum til viðbótar sem ég gat nýtt til þess að skrifa og fannst það eins og ég segi einstaklega gaman og tímdi mig pínulítið við skriftir ef ég á að vera alveg heiðarleg. Mig langar að lesa á nokkrum stöðum í bókinni til að gefa ykkur svona aðeins innsýn inn í bókina. Við erum í þessum svona smá fíknithema þannig að ég mun lesa kafla sem eru ansi fíknitengdir og sem ég langar aðeins að kynna fyrir ykkur. Ég kannski minnist á það að bókin er margradda sem þýðir að sumir kaflar eru sem sagt út frá sjónarhorni Freyju og aðrir frá sjónarhorni Ellerts. Þessar tvær persónur eru aðalsöguhetjurnar í bókinni. Það eru aðrar sögupersónur sem koma til sem ég fjalla en það er aðallega sem sagt Ellert og Freyja og bókin er margradda og kaflarnir skiptast eftir þeirra nöfnum. Það var það hvaða sjónarhorn í raun og veru verið að nota. Og ég ætla að byrja á kafla þar sem Freyja er að tjá sig. Ég vaknaði í ókunnu herbergi og leit beint í starandi augum. Það var eitthvað í þeim sem ég gerðist ekki að. Teppið á gólfinu var rautt og þykk gluggatjöld voru dregin fyrir gluggana. Hvað gerðist í nótt? Hvað gerðist? Þú varst voða góður minn, sagði maðurinn í rúminu og kleip mig aðeins í brjóstið. Hann var með sveitt, svart en grásprengt hár. Andlitið var krumpað og veðurbarið eins og eftir mikla útiveru eða sól. Hann stóð upp og ég sá aftan á nakinn mann með lafandi rasskinnar sem gekk inn á baðherbergi, ræsti sig og skyrti í vaskinn og pissaði með opnar dyr. Ég fór ósjálfrátt að óttast öryggi mitt, klæddi mig í kjólinn, sokkabuxurnar og stígvélin sem lágu á gólfinu við rúm.
Nærbuxurnar urðu bara að eyða sig. Ég var ekki brjóstahaldara, held ég. Ertu bara strax farin? Já, þú þjótar. Já, það mætti annars staðar. Það var satt. Ég þekkti strax rauður á stíginn þegar ég kom út og hélt beinustu leið á Hlemm. Fann þar leigubíl og bað bílstjórinn að keyra mig á Vesturgötuna til að sækja myndavélina og síðan í Mosfellsbæ. Tíminn var löngu byrjaður. Mér hafði verið boðið í útgáfahóf á kaffibarnum. Sölvi, gamall kunningi, var að kynna sína fyrstu bók. Við höfðum verið saman í MH áður en ég skipti yfir á listabrautina í Fjölbraut Breiðholti. Hann kláraði stjórnmálafræði í Háskólanum. Ég hafði fylgst með Sölva á samfélagsmiðlum og sem greinum eftir hann bregða fyrir í dagblöðum. Kvöldið var skemmtilegt. Þó ég geri ráð fyrir að Sölvi hafi vonast eftir betri mætingu miðað við birgðirnar af veitingum. Ég hafði ekki kunnað við að fara of snemma. Svo eru góð tengsl við fjölmiðlafólk seint ofmetin. Ég man að ég fór að leita að leigubíl og einhver maður kom með. Og óljóst man ég þegar ég fór út úr leigubílnum. Einhver spjarir. Ég á ekki að blanda sortum og gerist þetta stundum. Seinna í bókinni. Mér hoppuð 25 blaðsjur. Nú það Ellert sem talar. Ellert. Oft starf ég bergnuminn á Freyju sofandi og virti hvern blett af henni fyrir mér. Hún svaf í fósturstellingunni, nakin. Á kvöldin hreiðraði hún sig í fanginu á mér og bað mig að halda þétt utan sig. Kyssti mig áður hún lognaðist út af. Að vakna með Freyju í fanginu á hverju morgni var tilfinning sem hafði yfir öll lýsingarorð. Þegar hún vaknaði, vissi hún oft ekki hvort ennþá væri nótt eða komið morgun vegna suma bjartra nótta. Það var svefntími hennar oft óreglulegur. Mér fannst lífið alstæða fyrstu vikurnar í sambúð okkar Freyju. Vellíðna tilfinning sem erfitt að lýsa fyllti huga minn og líkama. Vissulega stunduðu stjórnlaust kynlíf hvenær sem færi gafst, en það var ekki bara það. Það var einfaldlega best að vera saman. Ég hlakkaði til að koma heim til hennar í lok dags, beið hennar þegar hún kom heim af vinnustofunni. Ég vildi hafa hana hjá mér, vera með henni, tala við hana, snerta hana, segja henni hvað gerðist í vinnunni, deila lífi mínu með henni. Að hafa hana í lífi mínu gerði allt betra. Stundum var ég hræddur, því lífið var of gott til að vera satt, nánast eins og draumsýn. Þótt lífið væri næstum fullkomið fyrstu vikurnar gat Freyja verið misleidd og ofurviðkvæm eða jafnvel þunglynd á köflum. Hliðar sem hún sýndi mér einungis eftir að við fórum að búa saman. Á þeim stundum lokaði hún sig oft af á vinnustofunni. Ég tók það upp á því að reyna að létta henni lífið og reyna að hafa reglu á heimilinu. Ég var ekki sjálfur til fyrirmyndar í umgengni og hafði fengið að heyra það frá mömmu og fyrrverandi kærustum. Freyja stóð öllu við. Íbúðin hafði örugglega ekki verið klifin mánuðum saman. Hún henti af sér fötunum þar sem henni datt í hug. Tebollana snitti hún eftir á borðum, í stofunni eða herberginu. Það virtist ekki skipta hana neinu máli. Ég elskaði Freyju og mig langaði að gefa hana hamingju saman, en ég ákvað að sýna þessu skilning. Án þess að taka eftir því var ég farin að ganga frá eftir hann. Ég gat ómögulega staðið við að vera alltaf rauðandi. Og aftur það Ellert sem fær orðið. Ellert. Eftir fögnuðinn í sendiráðinu fórum við stórum hópi fólks út að borða á vinsæla veitingastað í næsta nágrenni. Ég þekkti þetta fólk ekki neitt og leið eiginlega eins og aðskotarhlut. Þegar allir voru gestir við borð stóð ég einn og vissi ekkert hvernig ég ætti að vera. Ég vissi ekki hvar Freyja vildi sitja þegar ég ákvað að bíða. Það liðu nokkrar mínútur þangað til Freyja kom með ungum strák sem ég þekkti ekki. Mér leið ekki vel, en ákvað að segja ekki neitt.
spurði hana einskis og einungis hvar hún vildi sitja. Við settumst við hliðina á íslensku pari sem Freyja hafði kynnst á Ítalíu, en það var eins og tæki ekki eftir mér. Freyja stóð upp og hélt stutta þakkaræðu fyrir að hafa verið boðið að taka þátt í sýningunni. Þá sá ég hvað hún var orðin drukkin. Ég ekki viss að allir þarna inni hafi áttað sig á því, en ég þekkti hana eins og ég búið hana til hverja einustu hrukku, bros og kvíðaviðbrögð. Ræðan var fyndin og skemmtileg, en ég var verulega stressaður. Þannig ég svitnaði og krepptist allur saman. Ég gat varla andað. Það hlytu allir að sjá hvað Freyja var orðin drukkin. Þegar við vorum búin að borða hvarf Freyja aftur og sá hérna að tala við sama náunga á barnum. Ég fór til hennar og bað hana lágum rómi að slaka aðeins á drykkjunni. Þetta eitthvað vandamál? Nei, Freyja, bara þín vegna, þetta þitt kvöld. Þið finnst þú drekka aðeins svo mikið. Þá leit hún á mig með valbarnum sem gekk hún í burtu. Ég áttaði mig á því að gaurinn var líka horfinn. Ég var inn með fólk sem ég þekkti saman ekki neitt. Freyja var horfinn með einhverjum strák, ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera. Ég gat ekki hægt að hugsa það sem hún hafði sagt á Eyrarbakka þegar hún gaf í skyn og hún gæti haldið framhjá á djamminu, en bara með þeim sem hún væri hrifin af, og þá einu sinni eða tvisvar. Ég hafði enn ekki fundið hugrekki til að ræða þetta við hana. Hún myndi væntanlega græta fyrir að hafa sagt þetta eða halda því fram að hún hefði meint eitthvað allt annað. Ég þekkti mína konu. Ég beið í hálftíma, þá náði ég bjarga mig og kvaddi. Aftur en ég hoppi yfir töluvert mikið af blaðsíðum. Ellert. Ráðgjafinn hjá S.A.A. var ungur, hústur og veinalegur. Ég varð ekkert að horft í augun á barninu mínu og sagt að ég hefði gert allt sem í mínu valdi stóð til að hjálpa móður þess. Freyja hóf samtalið. Ég byrjaði aðeins að drekka aftur eftir að sambandi var flókið og fór í sundur. Ég leit undan á Freyju. Af hverju fórum við í sundur, Freyja? Já, hei, ég drakk aðeins áður en það var ekkert alvarlegt. Fyrst bara eitt glas og svo aðeins meira. Ég var að taka þátt í stórri evrópsku málverkasýningu á Kjarvalsstöðum. Það var brjáluð álag. Það verður ekkert svo mikið álag á næstunni, en þetta hefði ekkert þurft að vera neitt og þegar það var strax að við hefði ekki hægt saman. Ráðgjafinn satt þarna samla rólegur og spurði: Hvað viltu þá gera núna, Guðrún? Ég fann gremjuna vaxa innan með mér. Heyrði hann ekki bullið í henni? Ætlaði hann ekki að leiðrétta hana? Standa upp og segja að þetta veri ósannindi sem stæðist ekki skoðun? Freyja svaraði: Gera, bara það sem er rétt sko, en sýningin gekk mjög vel. Ég verð að fylgja henni eftir, þannig að ég get alls ekki lagst inn einhvers staðar eða þannig. Annars er við tilbúin að gera allt sem þarf. Já, og það er Íslandskynning í Oslo sem hefur verið boðið á af utanríkisráðuneytinu til að kynna verkin mín. Ég fer út á morgun. En fann ég pirringinn. Hún lét ekkert fyrir þetta, ein þessi kona. Ég þekkti hana, lifarnar, fyrirleikin og svikin. Sá ráðgjafinn í alvöru ekki gegnum hana. Ráðgjafinn bað okkur að bíða aðeins, en kom síðan aftur og bauð Freyju pláss á göngudeild. Hún myndi byrja að mæta á mánudeginum á eftir og yrði að það verið edrú í 5 daga. Freyju út við því. Ég gat ekki orða bundist og leita Freyju. Ástin mín, treystir þú þér virkilega til að vera edrú í 5 daga í Oslo með einhverjum listanum? Freyja sagðist treysta sér til þess. Ráðgjafinn bað hana að láta heyri sér á 2 dögum liðnum til þess að sjá hvernig gengi. Hann bauð mér líka pláss í fjölskyldumeðferð, eins og það var eitthvað að mér. Í fyrsta lagi sá hann ekki gegnum ruglið í Freyju, bauð henni sýndarmeðferð og ætlaði að senda mig í meðferð. Ég fór hrikalega pirraður út, en reyndi að láta sem ekkert væri við Freyju. Tók utan hana og kyssti.
hvorugt okkar hafði nefnt lyfin. Freyja. Ég samþykkti að fara til ráðgjafa fyrir Ella, en það var ekki nóg. Hann vildi meira og láta hann loka mig inni eins og sjúkling. Ég drakk kannski aðeins svo mikið eins og margir sem ég þekki. Kannski hefði ég gott að taka pásu, en ég gat ekki alveg hægt. Ég átti þetta vantraust frá Ella ekki skilið. Ég var að gera nákvæmlega sem ráðgjafinn sagði mér að gera. Og eins og alltaf, þegar eitthvað skipti mig máli og máli fyrir karriéru minn, fann ég lítinn stuðning frá Ella. Ég var komin í útvalinn hóp íslenskra listamanna sem það hefði verið boðið að sína verk í Oslo. Það var annan stórt tækifæri. En í stað þess að styðja mig, dró hann úr mér eins og það væri vandamál í gangi. Ég var ekki Freyja listamaður sem var að fá stórkostlegt tækifæri. Ég var gangandi vandamál af því ég gekk mér aðeins oftar í glas en herra Ella fannst við hæfi. Hefði ekki verið betra að sýna mér frekar stuðning til að ég minnkaði drykkjuna. Og ég stoppa hér. Erum við spurningar handinni svona áður en að við kemum að næsta lið? Það er kannski sem þetta eftir huga því að þú segir í svona viðtölum að þú hafðir ákveðna svona sýn og hún hafi svona sem þú ert að ræða ákveðin viðfangsefni og þá svona veltum að fyrir sér að því að maður ekki sjálfur með búið til stálfullt á hólunum eða saman að þegar þú ferð að búa til